Næst það mannréttindastefnan endurskoðun 2022 til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, endurskoðun mannréttindastefna lögð fram hér til samþykktar í bæjarstjórn í dag en hún var áður til umfjöllunar í bæjarráði þann 7. apríl síðastliðinn sem og þann 24. mars. Mannréttindi eru varin í stjórnarskrá Íslands, mannréttindasáttmálanum og lögum. Endurskoðun mannréttindastefnunnar tekur nú fyrst og fremst tillit til stjórnsýslubreytingar Akureyrarbæjar en einnig til lagabreytinga. Með heildstæðri mannréttindastefnu er unnið gegn margþættri mismunun og áhersla lögð á heildstæða sýn sem grundvallast á lögum jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, númer 150 frá árinu 2020, lögum jafna meðferð á vinnumarkaði, númer 86 frá 2018 og lögum jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti og þjóðernisuppruna frá númer 85 frá árinu 2018. Endurskoðuð stefna nær aðeins til næsta árs enda lögum samkvæmt skulu sveitarstjórnir endurskoða mannréttindastefnu, markmið hennar og aðgerðir eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar. Sérstaklega ber að hafa í huga að hlutverk og skyldur sveitarfélagsins samkvæmt lögum eru margþætt. Við höfum skyldum að gæta sem stjórnvald, sem vinnuveitandi og sem veitandi þjónustu og einnig sem samstarfsaðili. Lýðræðislegt samfélag leggur grunn að velferð einstaklinga, fjölskyldna, atvinnulífs og samfélagsins alls. Lýðræðislegt samfélag byggir á því að allir séu jafnir fyrir lögum og njóti mannréttinda. Það byggja samfélag sem hefur mannréttinda að leiðarljósi er mikið verk og mikilvægt að sveitarfélagi gegni þar lykilhlutverki. Mannréttindastefna Akureyrarbæjar er að mörgu leyti sérstök stefna því hún er miðlæg og á við öll svið og stofnanir bæjarins. Bæjarstjórn ber ábyrgð á því að marka þessa stefnu og ræða framvindu hennar að minnstakosti árlega á bæjarstjórnarfundum. Bæjarráð ber að fylgjast með og hafa frumkvæði af aðgerðum til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt allra. Bæjarráð hefur jafnframt umsjón með gerð jafnréttisáætlunar og á að taka annað hvert ár saman skýrslu samkvæmt beiðni Jafnréttisstofu stöðu og þróun jafnréttismála innan sveitarfélagsins. Mun fleiri hafa skilgreinda skyldu og ábyrgð í mannréttindastefnu Akureyrarbæjar. Jafnréttisráðgjafi, stjórnendur, skólastarf, stjórnendur íþrótta- og tómstunda- og æskulýðsstarfs, allir stjórnendur, starfsfólk, nefndir bæjarins, þróunarleiðtogar bæjarins og í raun allir kjörnir fulltrúar hafa skilgreinda ábyrgð samkvæmt mannréttindastefnunni. Það getur verið flókið að fylgja eftir stefnu og aðgerðum þar sem svo margir hafa skilgreinda ábyrgð og þá er sérstaklega mikilvægt að jafnréttisráðgjafi sem í okkar tilfelli er sviðsstjóri mannauðssviðs hafi góða yfirsýn yfir sviðið, tryggi upplýsingagjöf og fræðslu við eftirfylgni stefnunnar svo hún verði ekki aðeins orð á blaði heldur stefna sem er að fullu virt í öllu starfi sveitarfélagsins og það gerist svo sannarlega ekki að sjálfu sér. Með þessari stuttu hugvekju þá legg ég fram endurskoðaða mannréttindastefnu fyrir árin 2022 til 2023 til umræðu og samþykktar. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og orðið laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðust, þeir sem geta samþykkt framleiða stefnu, gefum merki. Það eru 11 og þá ætla ég að bera upp 4. liðinn þar sem að jafnlaunastefnan var lögð fram til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hana gefum merki, það eru 11 sömuleiðis. Takk